Torsjötti að ná í sigur hérna í Keflavíkurhúsinu? Já, við erum ekki að hitta okkar bestu daga þegar við mætum í þetta hús, það á hreinu. Hvað er skýringin á því? Það bara rosa góð spurning sem ég þarf að fyrir að finna út úr. En mér fannst við bara ekki alveg, á svona löngum köflum vorum við ekki alveg tilbúnar í hörkunar sem að þær komu með í dag. Við svöruðum vel á ákveðnum tímapunktum, en svo bara svona einhvern veginn næsta possession og þá erum við einhvern veginn rosalega linar, töpum boltanum. Við erum ekki að hreyfa okkur nógu vel. Við lendum náttúrulega í villvandræðum í fyrra hálfleik sem að svona rústa aðeins, rótir einhvern veginn hvernig við viljum gera hlutina og það kemur okkur kannski bara úr jafnvægi, en heilt yfir þá vantaði bara aðeins meiri hörku. Kom úr jafnvægi þessi varnarleikur sem Keflavík styrkt upp hérna í kvöld. Það voru ákafar í sínum varnarleik og svona, það var eins og þínu liði hafi brugðið svolítið við það. Já, Keflavík, við vitum að Keflavík mætir með aggressíva vörn. Mér fannst það helst til á löngum köflum fá, sérstaklega á boltan, að fá að berja ansi mikið. Með við svona touch-villum sem við vorum að fá hérna undir körfunni og svona auðvelt and one, þá fannst mér svona línan ekki alveg nógu góðar, sko. En þetta er bara svona lína sem er í úrslitakeppni, þannig að við eigum alveg að þekka þetta. Við kannski áttum ekki von á henni hérna miðjan september. Þannig að þetta er bara andlegur undirbúningur hversu tilbúin að taka við þessum höggum. Þannig að við þurfum bara að herða okkur aðeins upp og sama hvað gengur á vellinum, við þurfum bara að hugsa það sem við höfum stjórna og það mun aldrei breytast að við stjórnum ekki hinu liðinu eða hérna dómarunum. Þannig að það er bara svona fókus sem við þurfum að innprenta aðeins meiri í okkur. Takk fyrir þetta, Rúnar. Takk.